Íslendingar eru margir hverjir aðdáendur sviða enda þjóðlegu réttur og eitthvað sem við borðum alla mánuði ársins en kannski aðeins meira á þorranum. Köld eða heitt með rófustöppu og kartöflumús en ekki aukalega djúpsteikt með bernesósu en líka mús og rófustöppu. Þetta er ekki eitthvað sérstakt. Þetta er alveg sultu gott sko. Aha. Með bernes. Þetta já, með bernes, já, alveg klikkar ekki. Sett þetta bara hérna. Svo þarf að halda honum þannig að degið aðeins byrja að lyfta sér þannig að hann sökkur ekki bara allur í botnin og festist. Já, það er lyftiduftið sem að lætur hann fljóta. Herru, þessi hugmynd fæddist hérna hjá okkur. Við vorum búin að vera að vinna svolítið með að vera með lamb bernes og prófum að taka lambahaus bernes. Og þetta var bara að færa þetta á næsta level, að djúpsteikja lambið. Já. Þannig sviðahausinn orðinn ljós. Já, nú er hann orðinn ljós. Þannig að svo dökknar hann og verður alveg virkilega girnilegur. Og svo er þetta bara borið fram með hefðbundnu meðlæti. Eins og þú værið að borða lamb með bernes. Já, það er nema við erum með líka rófustöppuna og músina. Já. En hvað, ertu búinn að sjóða kjamman á undan? Já. Já, þannig að þú ert í rauninni bara svona... Kjamminn er soðinn í saltvatni í 2,5 klukkutíma. Já. Hægsuðu og síðan er hann tekinn og látinn rjúka og settur í orlí og djúpsteiktur. Þannig þetta er ekki fish and chips, þetta er lamb and chips. Já, akkurat. Er ekki með franskar með þessu eða? Já, allt í boði? Það er allt í boði bara. Já. Og hefur þetta verið vinsælt hérna? Þetta hefur notið gríðarlega vinsælda. Já. Og hérna, sérstaklega eftir að fólk fór að taka eftir þessu og þá þurfum við alltaf að vera klárir með orlídeg á kantinum þegar við bjóðum upp á svið. En eru þá með gömlu aðferðina líka, bara sóðinn svið og... Já, hefðbundið svið svona. Nú er hann farin að taka svona lit sko og brúnast. Brúnast aðeins. En þetta er svolítið handavinna náttúrulega. Já, þetta er handavinna. En það er nú bara þannig með allan mat sko. Hann þarf góða meðhöndlun og hann á að bragðast vel. Norskur, já. Það þarf að setja sálina í þetta sko. Já. Þá held ég að þetta sé bara tilbúið hérna hjá okkur. Já, veitum. Þá er ekkert annað en að diska þessu bara upp. Þannig að svona lítur þetta út sko. Við skulum færa þetta upp á disk. Já. Svona. Svo ætlum við að láta hérna smá kikk með þessu. Það er bernes. Það er bernesósa. Þá er þetta tilbúið. Þetta lúkkar svakalega maður. Ha? Já, þetta er svolítið skemmtileg útfærsla á sviðakjamma. Já. Bernes, rófustappa og það segir bara Finnst þetta ekki svolítið sérstakt? Þetta er mjög gott. Þetta er mjög gott. Þetta er bara, það setur þetta á svolítið annan stað og poppar þetta upp. Já. Og hérna ég var alveg full að trú á þessum rétti sko. Já. Virkilega, og bernesósan kemur rosalega sterk með þessu. Já. Það er svona smá sýra í henni og smjörbragðið og það gerir þetta bara geggjað sko. Þið voru eitthvað reynað þarna í desember? Við vorum að svona, sko, málið það að hérna, þetta gerðist eiginlega óvart sko. Þetta var þannig að ég átti svona rólegan tíma í eldhúsinu og var að bíða eftir að kunnahópurinn væri að koma hérna inn. Átti hérna sviðakjamma, tilbúin að soðna. Þannig að ég ákvað bara að smella í orlídeg og djúpsteikja og þetta kom svona fjandi vel út. En það er svo sem, að því við erum að tala um orlídeg, þá svo sem er
það er ekkert nýtt að láta sko þjóðlega mat í Orlídegi vegna þess að ef þú fer nú bara á einn fínasta veitingastað í Reykjavík, 101 Reykjavík, þá farið djúpsteiktan harðfisk á þeim stað. Þannig að það er nú verið að setja, og hann í Orlídegi, það er nú verið að setja ýmislegt í Orlídegi sko. En þið eru með náttúrulega mjög vinsalan fisk og franskar eða fish and chips eða ekki sem að í Orlídegi. Já, við erum sérst búin að vera með fisk og franskar, fisk í Orlí og franskar alltaf á 50 dögum síðastliðin 10 ár og alltaf jafn vinsæl. Já. En þið eru svona, hvernig myndir þú útlista réttinn, Maggi, sem hvurslags veitingastafur er þetta? Þetta er svona fyrst og fremst heimilismatur sem við erum að afgreiða hérna. Við köllum okkur líka kannski diner, en fyrst og fremst þá erum við bara með góðan og heimilislegan mat. Hann er tilbúinn alltaf í borðinu, menn þurfa ekki að bíða eftir honum og þetta gengur mjög vel. Það er alltaf 6 til 8 réttir í boði. Menn geta fengið franskar, kartöflumús eða kartöflur, bara þeir velja það sem þeir vilja. Og þið voru að fagna 10 ára afmæli bara núna síðast árið, eða ekki? Jú, í apríl og síðast árið. Það fyrir að styttast í 11 ára afmælið og það var bara alveg æðislegt. Tíminn fljótur að líða. Já. Og kúnnarnir, hver eru þeir? Vinnandi menn? Vinnandi fólk? Já, sko ég myndi segja að kúnnahópurinn er 90% karlmenn, það er nú bara þannig, en hann er samt mjög breiður. Það eru karlarnir sem eru á gröfunum og það eru smiðirnir og pípar og rafvirkjar og svo er þessi góði hópur hérna til dæmis sem kemur hérna á hverjum degi í mat. Mjög góði vinir mínir. Já, það er þessi margir. Þetta er mikill fjöldi sem kemur hérna hverjum degi? Já, það eru hérna í gegnum salinn, þeir sem borða hérna inn í salnum eða taka með sér, það er svona í kringum 300 manns. Svo sendum við út í hitakössum líka og við erum að afgreiða 700 til 800 mata í hverju hátíð. Já, svo það er mikið að gera í eldhúsinu? Já, það er mikið að gera og hérna mikill undirbúningur og mikið skipulag til þess að láta hlutina ganga. Þannig að þú hittir og þið hittir marga hérna á hverjum degi? Já, við gerum það virkilega og gaman kannski líka að segja frá því að þegar það er þinghlé í þinginu þá eru þingmenn mjög duglegir að koma hérna í hádeginu og borða hádegismat vegna þess að þeir hitta nánast alla hérna. Þannig að það er bara gaman að segja frá því.